Já, finnst þú mætt að því að þú? Hann vantir. Svefn þú getur greint þig upp frá dopp og sól. Svefn allt sem það, sagði Niklas. 1990. Ekki líka meika. Nei. Og einu sem þú verður slík, sagði Tómas. Hvað þarf að segja okkur að það? Ég ætla að reyna það. Þú verður vantir. Það ekki. Fyrst, hvenær tíma? Hvernig er tímamörkin? Hálftími klós og svo umræður. Ok. Fletting fyrir. Er einhver leið að fá þetta í gang? Veistu það? Nei. Það er engin leið. Engin leið þær, eins og Mækka sagði. Ég heiti Holger, heimilislæknir, byrjaði að segja námið í geðinu árið droppaði út úr því, svefn og efnafræði heilans og sérsta áhugamál. Ég veit vel að flettin á leið. Nei, þetta er svo mikið. Fyrst, hvort viljið þið að við förum aðeins meira í boðefnafræði heilans og lyf eða svefn sem slíkan og behavioral eða þarf að segja atferlisfræðilega nálganir að svefni. Atferlisfræði versus lyf. Atferlisfræði upp með hendur. Lyf, efnafræði. Lyf og efnafræði vinna. Ok. Við byrjum bara hvers vegna sofum við. Við sofum og við verðum löngu hætt að sofa ef við kemst upp með að sofa ekki. Að liggja meðvitundarlaus í 8 klukkutíma sem spendýr er glórulaust. Svefninn gerir allt. Ef hann er ekki í lagi þá höfum við miklu meiri líkur á öllu sem okkur er kært að missa ekki. Eins og þessi bók kemur svo vel að orði. Ég er handalaus á hann plettar hans mín, sko, en það er... Eða þú fara í hitt. Ekki kemur. Eins og þessi bók, hversu sofum við, kemur svo vel að orði að bara hversu mikilvægt það er að við sofum. Hérna er fullt af staðreyndum þær rannsóknir sem eru til og hvað gerist ef við sofum ekki. Það sem ég finnst einna áhugaverðast er þessi sænska hospital-rannsókn sem sýnir að 24% meira að gera hjá Gunnari og hans kollegum á vorin þegar það er tekið 1 klukkutími af sem sagt svefninum og svo 21% minna að gera á haustin þegar það er gefin aukin klukkuna, meira umferðarslys og meira sjálfsvíg hjá körlum. Það náði ekki að sýna fram á það hjá konum. Og náttúrulega fullt af hlutum eins og til dæmis í Alzheimer's það sem að fyrstu merkin er spindlar á EEG sem að jafnvel mörgum árum áður en að Alzheimer's sjúkdómur þróast. Það séu spindlar í svefninum sem að í rauninu detta út. Varðandi svona svefn hreinlæti, áfengi er ekki vinnuðinn, lifur lygi, koffín helmingast á miklu lengri tíma en maður heldur. Ef þú drekkur 2 espresso kl. 5 þá er 1 í þér kl. 11 og ætlar að reyna að fara svo. Daglúr, hugsa þessi neyðarúrræði, enga truflanir, ryþmi skiptir ógeðslega miklu máli. Það er almennt gagnlegra að hafa aðeins kaldara í herberginu en við höldum. Það að fá birtu í andlitið fyrirbærdags raunverulega hjálpar okkur að sofna. Vegna þess að það stillir circadian ryþmann og þar af leiðandi það að fá birtuna getur hjálpað. Það getur hjálpað einstaklingi, sérstaklega hér á norðurhveli jarðar, þar sem allt er í myrkur, hálft árið, með því að setja dagljósalampar hreinlega á skrifborðið hjá honum eða á náttborðið, á sjúkradeild eða hvað það er. Og dagljósalampar eru viðurkennd lækningatæki. Í atferlismótuninni fyrir svefn að þá er í rauninni eða þetta apparat sem við síðan kalla betri svefn sem er svona eitt þekktasta tóli sem við höfum og við getum vísað fólki í þetta námskeið sem er þá niðurgreitt af ríkinu, 70% niðurgreiðslu, að þá er atferlismótunin þannig að þú ert látin skrá allt sem þú gerir í kringum svefn í ákveðin tíma, látin endurskipuleggja hugsanir, því að flestir verða svo hræddir við að geta ekki sofnað, reyna að skilgreina rúmið bara fyrir svefn. Svo er tímabundin svefnskerðing sem er mjög áhugavert að minnka svefni raunverulega til að auka svefnþrýstinginn. Það er kennd slökunartækni, svefnfræðsla og síðan hugsunarskráning.
Ok. Hvað þýðir að sofa of lítið? Það ef það tekur þig meira en hálftíma að sofna eða innan við 85% af tímanum í rúminu sofandi. Það skilgreiningin DSM-5 á svefnleysi. Eða þú ert að sofa minna en 6,5 tíma alla nætur og samkvæmt Garmin úrinu mínu hef ég verið bara akkurat á þessari grensu síðustu 5 eða 10 ár. Eins og við flest væntanlega. Þannig að I'm trying to practice what I preach. Við sjáum hvernig það Ok, efnafræði heilans í kringum svefn. Því að ef maður hugsa svefnlyf, að það ekki til neitt sem heitir svefnlyf. Ég ætla að standa við það. Við erum með lyf sem áhrif á boðefni í heilanum. Boðefnin í rauninni eru bara hvernig tvær frumur tala saman. En hvernig virkar svona efnafræðin? Við reynum að taka á einfalda þetta. Því að fullt af lyfjum sem virkar á svefn. Flestir eru með svona 1, 2, 3 sem eru svona uppáhaldið sem við nota á flesta. Immoan, heminefrin og ekkert annað, eða hvað menn eru með. En hvernig virkar þessi efnafræði í grunninn? Það eru þessi 3 efni, GABA, adenosín og melatonín, sem eru þau sem auka svefnþrýsting. Ef maður uppar þau í heilanum, sofnar maður. Síðan eru við þá með þessi hérna 5, 6, orexin, histamín, dopamín, serotonín, noradrenalín og acetylkólín. Ef maður hækkar þau í heilanum, þá eykur í rauninni vökuna eða vökuþrýsting. Ok, til þess að skilja svefnlyfin og hvernig hægt að nálgast þetta og bara eiginlega öll geðlyf yfir höfuð, finnst mér og hefur fundist miklu auðveldara að fara í bara hvaða target, það að segja hvaða efnafræðilega target ég að reyna að hafa áhrif á. Við erum alltaf bara að manipulera okkar eigin grunn efnafræði. Öll þessi bók sem í rauninni source materialið fyrir þetta og í rauninni það sem ég kann í geðlyfjafræði hef ég lært á þessari bók og frá Árna. Þetta ekki nýjasta útgáfa, ég á hina á Kindle en það erfiðara að sýna Kindle til að make a point. Þetta alveg frábær bók, 600 blaðsíður og ótrúlega hvað maður getur lært mikið hratt. Þannig ef maður uppar það sem vinstra megin, þá sofnar maður, ef maður lækkar það sem hægra megin, þá sofnar maður. Og vice versa. Ef maður blokkar það sem vinstra megin, vaknar maður og hægra megin, þá sofnar. Ok, hvað gerir GABA? GABA hleypir klór inn í frumurnar, klór minnkar spennu. Í gegnum svefninn að þá í rauninni hækkar GABA, síðan hátt svefninn og lækkar síðan þegar við vöknum eftir ideally 8 tíma, sem ekki alltaf raunin, í raunheimum. Adenosín, það eykur svefnþrýsting og adenosín í rauninni bara niðurbrotsefni á ATP, þessari grunnorkueiningu frumna. ATP, ADP, adenosín, fosfót og adenosín sem eykur svefnþrýsting. Þetta ég hef ekki fengið almennilega skýringu á því af hverju þetta gerist, en mín kenning svo að í svefninum að þá í rauninni lækki maður orkunotkun frumnanna. Þar að leiðandi nái hvatberarnir að catch up eða ná í skottið á notkuninni og þar að leiðandi endurheimti maður ATP úr ADP, það allavega hvernig ég set þetta upp í hausnum á mér. En það það sem við erum að hafa áhrif á með þessu. Skál fyrir ykkur sem eru með eitthvað í bótunum. Þannig að ef maður hækkar adenosín eða lækkar þá hefur maður þá áhrif á svefnþrýstinginn. Orexin svolítið áhugavert skepna því að orexin það eru þær frumur sem skemmast þegar fólk með narkolepsíu. Ok, hvað gerir orexin? Orexin hjálpar manni að halda sig vakandi með því að stabilisera alla hina neurotransmitterana. Þetta svona assistant. Þetta svona eins og radiolog. Við erum ekkert án þeirra en þeir eru fyrir aftan og lyfta öllu öðru. Teka radiolog sem dæmi og sama við allar þessar stoðgreinar rannsókn og svo framvegis. Ok, þannig að ef orexin frumurnar eru skemmdar þá hefur það áhrif á öll hin taugaboðefni sem gera verkum að fólk með narkolepsíu bregst oft mjög skrítið við geðlyfjum. Ég hef verið með nokkra svoleiðis sjúklinga, ekki marga en einn sem það bara ótrúlegt, stímulanta svæfan og
slævandi lyf gera hann alveg hömlulausan og kolbrjálaðan, sko. Þannig að narkolepsíu fólk bregst skrítið í geðlyfjum, það svona punkturinn. Þannig að orexin stabiliserar alla hina. Histamin. Ef maður hækkar histamin í heilanum þá í rauninni eykur maður á vöku og það sama með dópamin. Í gegnum svefnin þá dópamin að sveiflast, noradrenalín, serótónín og histamin, þetta að sveiflast og fylgir rauninni svefnstigunum. Þannig að það þá lækkar þegar maður í REM-svefni og hækkar svo þegar maður fer í, það hækkar þegar maður fer í lækkar þegar maður fer í dýpri svefnstíg. En í öllu falli, þá þetta kerfi sem við erum að reyna að manipulera með lyfjunum okkar. Ok, einhverjar spurningar hér? Áframgá. GABA sem fyrsta targetið. GABA sem drug target svona það sem við horfum oft á sem þegar við erum að tala svefnlyf og þegar fólk segir, ég vil fá svefnpillur, svona æðislega svefnpillur eins og ég fékk í gamla daga, þá að tala GABA sem drug target. Við erum með Zopiclone og Zopidem, Imovane og Stilnox. Stóri munurinn þarna helmingunartími. Eins og við sjáum þá Zopiclone 5-7 tíma helmingunartíma, klukkutíma, en Zopidem eða Stilnox með 2-3. Aukaverkunarprófílinn aðeins mismunandi, þetta rauninni grunnhugmynd. Ef þú ert með einstakling sem ætlar að nota þetta á, segjum til dæmis bara, ég fyrir 10 árum síðan að fara í anatómíupróf eftir 4 tíma. Get ekki sofið, það hræðilegt. Vil ég taka hálfa Zopiclone? Alls ekki. Það var ennþá í mér. Í anatómíuprófinu eftir 4 tíma, ég vil miklu frekar taka hálfa Stilnox sem er styttri, helmingunartíma. Gerði það einu sinni og braut gleraugu konuna því að með svo mikið svona discoordination. Ég veit ekki hvort það hafi verið lyfið að það búin að vera vakandi sem margar daga að reyna að tróða ykkur inn í heilanum. Diazepam, oxazepam, þetta þá lyf sem við þekkjum, þar að segja Fresolid og Sobril, svo erum við Alprazolam, Risolid, Rivotril, Halcyon og Rohypnol. Rohypnol, þetta gamla flúnitazepam, mjög fáir nema mjög svona gamlir sjúklingar verið lengi á geðlyfjum í þjónustu átna sem á þessu sem betur fyrir. Þessi lyf geta hjálpað sjúklingnum að sofna. Það góð hugmynd? Eiginlega ekki. Nema maður algjörlega neyðist til þess. Ég skrifaði þessi lyf ekki út nema að þú gjörsamlega snúið upp á báðar hendurnar á mér. Bara almennt, sem heimilislæknir með áhuga á þessu vegna þess að við fáum svo minnkaða virkni svo hratt. Við erum eins og nikótín, að eins og fyrsta lumma dagsins æðisleg, svo gerir nikótín ekkert það sem eftir dagsins. Það logið. Það ömurlegt. Ég vil óska þess að myndi alltaf virka, þá ég ekki hættur að taka í vörðum. En þetta hættir að virka tiltölulega hratt, þannig að það reynir að forðast þetta ef það nokkur kostur. Síðan erum við þá með gabapentin og pregabalín sem geta vissulega hjálpa aðeins við svefn. Svo erum við með í sérflokki heminefrin. Og ég hef aldrei almennilega skilið heminefrin því að þetta klassiferast sem barbiturat. Benzos komu sem áttu að vera the holy grail til að leysa barbiturat af út af því að barbiturat voru með svo rosalega mikla öndunarbælingu. En heminefrin allavega hefur festið svolítið í sessi í öðrum lækningum og það eru til eins og Ragnheiður Halldórs notar þetta töluvert. Síðan erum við með þá náttúrulyfin, valerian root og síðan kamil og lavendel. Þau raunverulega hafa sannanlega áhrif á GABA. Miniskjúl, með allt hitt, pínulítið, en þau eru til staðar. Til dæmis að systir ykkar hringir og einhver í krísu eða dóttir eða hvað það er. Ég get ekki sofið, það allt ömurlegt. Það stegin að fara til apótek og kaupa sér Sevitút og pröfa í 3 daga, það ekkert glórulaust samkvæmt efnafræðinni. Best ánlyfsins fólk alveg til í að taka þetta út af því að þetta planta, þess að við vitum hvernig þetta er. En valerian root eða Sevitút hefur alveg raunveruleg sannanleg áhrif. Ok, þannig að ef maður gefur eitthvað sem uppar GABA, þá svæfir maður svo ekki. Hinum megin, ef maður blokkerar orexin, muni að orexin stabilisar alla hina sem vekja maður. Þannig að ef maður blokkerar orexin, þá maður ekki með stuðningin við alla hina sem gera það verkum að fólki sofnar.
Þarna eru 2 lyf sem heitir Lemborexant og Suvorexant. Við erum ekki með þau á markaði í Íslandi. Þegar ég var að gramsa í þessu síðasta haust, svona hvað mest, þá spurði ég inn á Facebook-síðu íslenskra lækna því ég fann ekki neitt þetta neins staðar og sérnámslæknandi í Gyðan og Landspítalanum sögðu mér að þetta væri í ferli, það væri verið að sækja þetta. En þetta svona, þú veist, í geðlyfjum og í eitthvað fæi, þá kemur alltaf eitthvað sem svona, þetta hérna lausnin á öllu. Og í bókunum þá svona þessi 2 lyf eða orexin sem drug target, þar sem að menn eru svona eitthvað spenntasti fyrir, því að aukaverkunum profitin á að vera svo frábær. En það var líka sagt þannig með Imuvan, þegar það komum að ekki að vera ánabindandi og ekki að festast á þessu og ekki að vera eitthvað misnótt. Þetta hend sem að sammála því ennþá í dag. Þannig enginn búin að því ennþá. Þannig að orexin sem drug target gæti verið framtíðin, við vitum það ekki, þetta komið á markaði í Bandaríkjunum, mixed reviews varandi aukaverkunum prófín eins og með svo. Histamin sem drug target. Þetta svona eiginlega minn uppáhalds drug target ef ég kemst upp með hann sem heimilislæknir. Histamin sem drug target þá erum við með difenhydramín, við erum með Atrax eða hydroxyzin, við erum með Fenergan eða Clomazine, svo Allimemazine eða Vallergan. Difenhydramín hefur ekki verið til í töfluformi en selt over the counter í Bandaríkjunum sem svona sleep aid. Tylenol PM kallaði það erum með paracetamol og difenhydramín mendi. Svo Tylenol AM, paracetamol og coffee. Amerískt það ekki vara fyrir það. Við erum með vöru sem leysir öll í vandamál. En við eigum Benilan hóstamixtúru með difenhydramíni. Þannig að þú veist, þegar ég hef fengið símtölin frá nonna frænda sem að skilja við konuna og getur ekki sofið, og ég veit að hann á börn sem á glasin, þá hef ég sagt við hann, tjekkaðu hvort að barnið þig í difenhydramín hóstamixtúru. Nonni frændi hefur tekið það og bara, þetta virkilega bjarga hann. Ég heyrði eins og sögu af svona Benilan hóstamixtúru, voru hjón sem að gáfu börnunum þetta að þau voru að senda þau í pössun svo þau getur sofið, svo þau getur hengið pössun alltaf áfram. Hvað þetta kísulýsi? Af persónuverndar ástæðum ætla ég ekki segja hvað saga kom. En kísulýsi, og ég bara, nei mamma, ég vil ekki fá kísulýsi. Difenhydramín með helmingunum tíma 4 til 9 tíma, það misjafnt. Atrax sem lengri helmingunum tíma og hefur einmitt þá hvimleiðu aukaverkun að lengja Q-tíbil. Þannig að ef fólk með fullt af lyfjum á öðrum lyfjum sem að lengja Q-tíbil, þá verður maður virkilega að passa sig að forðast af. Helmingunum tíma á fullorðnum 20 til 25 tímar og meðan á börnum 7 tímar. Það bara einhvern veginn hvernig hlutföllin af ensímunum í lifrinni eru. Lifrar ensímin svona topic sem okkur öllum fannst örugglega frekar leiðilegt í farma, í grunnnáminu okkar. En í geðlyfjafræði það svona eiginlega eina sem ég hefur rekist á það sem virkilega lifra ensímin skipta miklu máli. Svo erum við með Allimemazine eða Vallergan, það hefur svolítið þessi í sessi sem svefnlyf hjá börnum sem getur ekki sofið. Svo erum við þá með Promethazine eða Fenergan í 10 til 19 tíma hafla. Það rosalega algengt að ég reyni að nota melatonín eða Fenergan eða Atrax sem svona first line í krísu, svefnleysi þegar fólk að koma eins og á heilsugæsluna og allt í steik. Fenergan, ég segi stundum takk bara hálfa eða 1 og takk hana snemma, takk hana klukkan 9, 8, 9 á kvöldin. Ókosturinn með histamin sem drug target þetta matarlyst. Því að við erum með histamin viðtaka í hypothalamus sem stýra, og það hypothalamus stýrir ógeðslega mörgu, að histamin sem drug target matarlyst, þannig að það eitthvað sem þarf að varast. Síðan erum við með lyf sem að hafa þá meiri, eru kategórisir antidópamínlyf. Jú, að blokkera dópamín svæfir fólk. En þessi antidópamínlyf eru líka antihistamíns. Til dæmis Fenergan, það sem þeir voru að reyna að gera þegar þeir bjuggu til Fenergan, að þeir voru að reyna að gera antipsýkótísk lyf. En efnafræðistruktúrinn svona tiltölulega svipaður hvort þú ættir að blokkera dópamínviðtaka eða histamínviðtaka. Þannig að dópamínblokkadlyfin eru að svæfa fólk aðalega á histamín áhrifunum.
Þannig að dópamínblokkerandi lyfin auka líka matarlyst og við þekkjum það öll að fólk hafi þyngst 10, 20, 50 kíló ef það er sett á ólandsbíl eða kveðjabíl. Og það meira í gegnum histamínáhrifum heldur en dópamín. En með hækkandi skammti, það að segja, histamínviðtakinn hungraður. Það rosalega auðvelt fyrir lyf að bindast við hann. Þannig að þú þarft lága skammta til þess að vera komin í max effekt á histamínviðtaka, á meðan þú þarft hærri skammta til þess að vera farin að hafa áhrif á dópamínviðtaka. Það svona þumalputtaregla. Kveðjabín til dæmis sem mjög áhugavert lyf í þessu samhengi. Hérna vinstra megin erum við með svona schematic myndaði hvernig og hvaða efni eða hvaða viðtaka þessi lyf að hafa áhrif á. Vinstra megin er paliperidól sem er svona frekar hreint geðráslyf, aðalega hafa áhrif á dópamínviðtaka á síðan eitthvað aðeins serótónín svona. Hægra megin, þar erum við með kveðjabín. Mjög dörti lyf, hefur áhrif á allt. Gerir það verkum að það aðeins skárri aukaverkanir, hvað er hreyfi aukaverkanir og svoleiðis, já, dópamín náttúrulega hefur áhrif á hreyfingu, sem við þekkjum Parkinson. En á móti kemur og þá erum við með þetta net af áhrifum og við erum með alls konar histamínviðtaka, hann skráður hérna upp í hægra horninu á einn viðtakið. Að þess að flókna net af áhrifum á viðtaka, en histamínviðtakinn er svona einna hungraðastur. Þessi bók setur þetta upp sem svona með kveðjabín að þetta nota kveðjabín mismunandi. Það er notað í litlum skammti, 25-50, er það aðalega virka histamín, þá sem svefnlyf. Í milliskammti ertu meira að hafa áhrif á serótónínviðtaka, það er flokkir af serótónínviðtaka sem að tæknilega sé eigi ekki að vera að gera neitt mikið, serótónín 2A og 2C. Þannig að þunglyndislyf í milliskammti og síðan þegar komum við hrossaskamt, 800 mg í antisýkotíska skamt. Þannig að svefnleysi hjá einhverjum í rosalegri krísu, hugsanastormur, gæti hugsanlega fara og éti alla pillurnar sínar, gæti kveðjabín verið góður kostur. Miklu skárra ef einstaklingur étur allan kassan af kveðjabín en allan kassan af Atarax eða Imoa. Allur kassan af Atarax getur lengt Kútubil og David. Allur kassin af kveðjabín ólíklega, sérstaklega 25 mg. Þessi antisýkotíski skammtur eru 30 stykki á 25. Þannig að þú ert bara komin í þrefaldan tolerable hámarkskammt með heilum kassa af kveðjabín. Ef maður er með svona suicidal áhyggjur að þá að nota kveðjabín og nota antisýkotísk lyf getur verið góð strategía, sérstaklega í svona bráðaðist. Síðan höfum við þá 2 lyf sem hafa áhrif á serótónín. Þau eru hvort vera á skráðum markaði, en trazodón er til. Trazodón er mest notað svefnlyf í Bandaríkjunum, aðeim öllum. Hefur áhrif á serótónínviðtaka, einhverju hluta vegna sefar, svæfir, en hefur þá, ég reikna með að hafi líka aðeins áhrif á histamínviðtakan. The don't goes back to histamín, eiginlega. Nema gaman. Síðan erum við þá ekki með lyf sem hafa áhrif á norepinefrín og acetylcholine. Acetylcholine er náttúrulega eitt stærsta taugaboðefni í öllum heilanum. Við erum ekki með lyf sem nota það sem drögg. Svo erum við með þá í rauninni lyf sem hafa rosalega blandað virku. Mirtazapín, Mianserin. Það er að hugsa Mirtazapín og Mianserin sem svona bara fjölskyldu. Við þekkjum Mirtazapín vel eða Miron. Mianserin er það hugsað pínu eins og Miron Light í grunninn. Ef fólk segir, ég er á Miron, ég finnst það fínt, en það er eiginlega aðeins og þungt, og getur Mianserin verið gagnlegt. Svo erum við með þá 3-hringlaga lyfin, klómipramín, amitriptylín, nortriptylín og surmontil. Þetta eru lyf sem það er kannski helst amitriptylín sem ég hef eitthvað verið að nota, en Árni náttúrulega með þetta í höndunum endalaust þegar plan A virkar ekki og þarf að draga upp hattinum plan C, D, E og X. Doxepin á eiginlega heima hana. Doxepin? Já. Í þrýhringa. Í þrýhringa, já. Það er fyrst og fremst histamínblokkar í lágum. Já. Svo erum við þessi hérna, cannabidiol og propranolol sem raunverulega geta hjálpað fólki að sofna. Cannabidiol náttúrulega minnst lítið rannsakað eða CBD-olía. Lítið rannsakað nema í sjaldgæfri flogaveiki hjá börnum.
Þannig að eitthvað það að gera fyrst það að nota það í þessari flogaveiki, í þessu syndrómi hjá börnum. Það margt í Bandaríkjunum við því. En þannig ef einstaklingur segir ég tek CBD-dropa, það hjálpar mér að sofa, þú veist, ég hef ekki beitt á móti svo lengi sem ekki mikið THC í því sem að taka því að THC alltaf það sem gerir mann kvíðinn og bilaðan sko, í stórum skömmtum lengi. Melatonín, ef ég kemst upp með að nota melatonín, þá nota ég melatonín. Það til í 2 sortum í Íslandi, það sem sagt short acting, eða svona quick release og svo long release. Melatonín Vitabalance sem er quick release getur verið mjög gagnlegt ef fólk í vandræðum með að sofna. Ef það í vandræðum með að haldast sofandi, þá Circadin oft mjög gagnlegt. Ég oft fengið rosalega góðan árangur hjá til dæmis gömlum sjómönnum sem að sváfu aldrei nema í 4 tíma í einu, þeir voru 6 og 6 vöktum. Einhvern veginn búin að bara circadian rithma kerfið farið í heilanum saman með konur sem voru að vinna mikið á næturvöktum eins og í aðhlýningu og annað. Stundum bara setja inn Circadin og geta hjálpað þeim að klára nóttina. Þú er í 40 ár og sofa bara 4-5 tíma. Heilin ekki vanur því að fá að sofa í 7. Að setja inn Circadin getur stundum verið algjört bingo. En þegar maður setur einhvern svona inn, maður er viðbúinn að taka það út líka, því að það er svo auðvelt að fólk festist á lyfjum eins og við þekkjum með omeprazol. Fullt af fólki omeprazol sem ekkert við að gera þarf ekkert á því að halda. Það er erfitt að hætta á því og það bara með smá ref. Þannig að vera árvök og árvakur með það að ef maður setur inn lyf að ef þau eru ekki að virka eða ekki að þjóna, að taka þau út aftur. Hinum megin á spektruminu, ef maður lækkar GABA eða hækkar það sem er hægra megin við línuna, eða þess að maður lækkar það sem vinstra megin eða hækkar það sem er hægra megin, þá er rauninni eykur maður á vöku. Ungur einstaklingur kemur inn 25 ára með lummu í vörunni og Nokko í hendinni og segir ég get ekki sofið, þetta er hræðilegt. Sem heimilislæknir bara hvað notarðu mikið nikotín, hvað notarðu mikið koffi, hvað gerirðu áður að fara að sofa, ertu með skjáinn á fullu birkistíð og horfa á porn áður að, hvað ertu að gera? Auðvitað segir ekki ef þú ert með gramm af koffeini á dag, heila dós sterku nikotíni og skjá. Þannig að áður en við setjum inn pillur til að svæfa þig, guðanabænum minnkum stimulusi. Nikotín raunverulega vekur mann, stimulant í grunninn. Þannig að ef við förum yfir það sem að vekur mann, sem við þá hægt að reyna að lækka til þess að fá fólki að hjálpa fólki að sofa, þá erum við með methylphenidat eða og síðan lisdexamfetamín, Concerta og Elvans. Svo erum við náttúrulega dexamfetamín sem er attentín, svo erum við sem heitir modafinil. Modafinil er notað í narkolepsíu til að vekja fólk, það er sjaldgæft fólk sé á þessu nema þeim sem eru með MS, narkolepsíu. Þetta eru þá methylphenidat, lisdexamfetamín eða amfetamínin, modafinil, þetta eru dópamínlyf. Ef einstaklingur kemur, ég get ekki sofið, ég er á einhverju þessu, getum við lækkað skammtinn eða getum við fært hann fyrr yfir daginn. Það er rosalega algengt að fólk sé á Elvans og sé kannski taka á morgnana og seinnipart eða á Concerta, morgnana og seinnipart. Er þetta samin þetta morguninn, er þetta minnka nikotíni aðeins, minnka koffeini aðeins. Þá er maður kannski bara komið með að einstaklingur getur sofið og sofið fínt. Bara með því að addjústera það sem við erum nú þegar að nota. Frekar heldur en að henda kvetiapín í hann og svo fitnar hann 20 kíló. Fattu ekki verið að fara. SSRI-lyf geta vakið mann. Það er til svefnleysi tengt SSRI-lyfjum, það er miðað við. Og síðan þá MDMA sem stimulant, MDMA eða þá e-pillu, það er MDMA og amfetamín saman. Svo erum við þá lyf sem hafa áhrif á noradrenalín, bæði SNRI og búprópíón er velbútrín. Einstaklingur á velbútrín getur ekki sofið, það er sama. Er einhver séns að lækka velbútrínið eða er velbútrínið orsakavaldur? Síðan erum við þá með lyf sem hefur áhrif á astýlkólin því að við munum að við höfum ekki target til að láta fólk sofa með því að hafa áhrif á astýlkólin. En við höfum nikotín sem target til að vekja fólk. Síðan erum við þá með adenosín megin, þá erum við með koffín.
og melatonin megin sem drug target, þá erum við með ljós, eða dagljósið og sólina, birtuna. Koffínu virkar svolítið áhugavert að þetta sem sagt þá blokkar adrenalínviðtaka en hefur síðan sekúndar áhrif á dópamínviðtaka. Þannig að við raunverulega fáum svona dópamín boost af koffíni, þannig að það gera verkum að þetta er fullkomna fíkniefni. Þetta er seinasta hugbreytandi efni sem ég mun nokkuð sinni fordæma og losa mig við. Ok, þannig að moral of the story. Sjúklingur getur ekki sofið. Getum við, í staðinn fyrir að stíga bara á bremsuna með að gefa lyf, því okkur langar bara vandamál lyf. Í staðinn fyrir að stíga bara á bremsuna, getum við minnkað bensíngjöfina. Það er númer 1. Það er að fyrsta á heilsugæslu, ég get ekki sofið, fyrsta getum við minnkað bensíngjöfina. Haga þér, hvað ertu með einhvern wind down tíma eða ertu bara dan rétt þangur og færða þá? Númer 2 er þá go low, go slow, það er að segja reyna að nota sem mildustu lyfin og jafn mild lyf og maður kemst upp með í byrjun. Og það er náttúrulega mismunandi klíentel sem við höfum. Ég sem heimilislæknir hef alltaf með klíentel þetta er átni í skriður í geðlæknir, þannig að það er miklu líklegra að átni síðan nota einhverja algjör og sleggjur. Og ég myndi vera fói ef að kollegi minn á heilsugæslunni myndi allt í einu setja einhvern á halsjón eða triazolam til að láta hann sofa, svo kemur sjúklingurinn til mín. Ég væri ekkert fói ef átni myndi gera, því ég veit að hann er búinn að fara í gegnum hýrarklíuna af og það hefur ekki virkað. Þegar sjúklingur bara það lasinn að það þurfti stórustekkina. Þetta er eina leiðið að áður fólkum þessu listnum sem ég var aldrei að byrja. Halsjón náði svona pínu sess í öldrunar. Við náttúrulega vitum hvernig það er að ef einhver svona rosalega röggsamur kemur úr sérnámi og notar eitthvað að einhver deild og allir læra af viðkomandi, sko. Eins og ég lærði að nota Norgesig við vöðvaverkjum og Stefáni Steinsinni og það er skrifað út, held ég, sko, jafn mikið Norgesig hér eins og öllu landinu. Fyrir utan okkur. Ég er ekki að grínast. En við notum jafn mikið Norgesig og Reykjavík. Við erum einn 10. Ok, þannig að moral of the story, bremsa áður en við förum að, eða sem sagt, taka fótinn á bensíngjöfinni áður en við förum að bremsa, reyna að beita ljósinu, reyna að minnka koffínið, nikótínið, reyna að atmosfera lyfin sem eru nú þegar áður en við förum að henda inn einhverju sprengi sem hafa aukaverkanir. Það er ekki til svefnlyf og partylyf sem hafa áhrif á blóðefni. Þegar maður hefur áhrif á blóðefni þá fær maður aukaverkanir. Bara hvaða aukaverkanir viltu? Viltu fíknipotentialið með GABA? Viltu þyngdaraukninguna með histamín? Melatonín, tiltölulega litlar aukaverkanir en það er einhverjar rannsóknir sem sýna að það hefur áhrif á hormón, gróðhormón í börnum. Er melatonín svona frábært? Ég veit það ekki. Þannig að það er ekkert frábært í þessu. En maður vill reyna að sigla einhvern veginn á milli skerjana þannig að útkoman verði sem skást. Ég vil lokið máli mínu í bili. Ég gæti haldið áfram að tala í 2 daga ef þið viljið það. Ég held að það sé ekki alveg næsta skref. Takk hérlega. Spurningar? Já, bara þakka þér fyrir mjög góðan fyrirlestur. 2 spurningar. Annars vegar varðandi niðurgreiðsluna á betri svefn. Hvað sem niðurstöður? Niðurgreiðsluna á betri svefn. Já. Geturðu kommenta aðeins á það? Já. Og svo hins vegar að þú nefndir hið ágæta lyf Norgesig. Já. Mætti það heima á þessari glæru hjá þér? Já, histamín. Já. Histamín. Okay. Norgesig er í rauninni, ef ég byrja númer 2. Norgesig er í rauninni afleiða af diphenhydramín. Nema það hefur einhverju öllu vegna aðeins meiri áhrif á vöðvatónusinn, þannig að skeletal muscle tónus, heldur en diphenhydramín. En Norgesig er í grunninn antihistamín og ég held að flestir með slæmt fyrir okkurtónum verið skárri á því að taka Norgesig. Það er antihistamín í grunninn. Já, grensurnar eru svo
gráar þegar maður er að hafa áhrif á taugaboðefni í heilanum. Það er svo mikið overlap á milli viðtaka. Hitt varðandi betri svefn. Ef við googlið betri svefn fléttan, þá dettið þið á þetta. Þetta er bara heimasíða sem er á vegum betri svefn. Þið þurfa að skrá inn þarna nafn sjúklings og e-mail hjá sjúklingi, hvaða heilbrigðisstarfsmaður þú ert og hvað þú vinnur. Ég held að þú þurfir að setja vinnu e-mailið þitt eða eitthvað svoleiðis. Þannig er tilvísunin. Þetta er held ég að betri svefn fékk samningi gegnum fléttuna sem að einhver ráðherra setti í gang sem að átti að vera til þess að hjálpa fyrirtækjum að komast inn á markað í heilbrigðisgeiranum. Það er nýsköpun í heilbrigðisgeiranum. Akkurat. Og já, það var nýsköpunar og háskólamála ráðherra sem að setti þetta á stað fyrir nokkrum mánuðum síðan. Og þetta byggir á Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Í grunninn er þetta Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia online. Og það eru góðar rannsóknir fyrir Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Þannig að ég veit ekki hvort að betri svefn online versjónið er með data, en hugmyndafræðin sem að betri svefn notar hefur data. Það er eins og við sem klínikerar, ég er ekki með data að mín viðtöl hjálpi neinum nema bara mína empirics data, en ef að hugmyndafræðin mín hefur það hef ég einhvern að bakka með. Hvernig skýrir þessa gríðarlegu notkun á Íslandi? Svefnlyfjum. Á svefnlyfjum. Út af því að við sem þjóð, við sem karakterar erum einhvern veginn svo biluð með þetta að það er ekki fræðilegur að samfara fólk að taka fótinn af bensíngjöf. Er þetta svona frekar þjóðin en ekki læknastéttin? Hvort er það, hvort er vandamálið framboðið á svefnlyfjum eða eftirspurnin á svefnlyfjum? Jú, við erum með gott framboð því að heimilislæknar eru að skrifa út fullt af svefnlyfjum og allir læknar, eða margir læknar. En eftirspurnin er líka held ég gríðarleg, Fólk vill quick fix, það er einhvern veginn allir í rottukapphlaupinu. Ég held að þetta sé vissulega samspil en ég veit ekki samanburðinn hvernig er aðgengi ef þú fer til heimilislæknis á Ítalíu, hver eru líkurnar á að hann skrifi svefnlyf. Ég hreinlega veit það ekki. Keyptu sjálfur bara ekki? Ég keypti sjálfur. Ég held að sé rétt. Mikið að ég allavega. Ég hef alltaf svolítið þetta sé að Íslendingar erum gjarnan bestir eða vestir í öllu. Það er saman með ADHD-lyfin. Ég veit ekki hvernig við erum með offitu-lyfin líka. Ég held við erum mjög ofarlega þar. Við erum einhvern veginn ofarlega í allir svona neyslu, og síðan náttúrulega spilar þetta saman. Við erum mjög ofarlega í nikotíni núna sérstaklega eftir að dósirnar komum úr. Við erum mjög ofarlega í koffeini. Við áttum að lesa í svona Journal Club í gær í endurhæfingafundi með Reykjalundi rannsókn atrial fibrillósum og koffín. Þá var rannsóknin sett þannig upp að fólk var að drekka 7 bolla á viku. Það sé hvort að það myndi auka líkur á atrial fibrillósum. 7 bolla á viku. What the hell? Ekki á dag, á viku. Og ég hefði að lesa þetta svona 3 þegar ég var að reyna að skima greinina út af því að ég á erfiðum degi fyrir mjög auðvitað í 7. Þannig ég eiginlega get ekki dæmt, með fótinn á bensíngjöfinni og 3 börn og jari. En ég held að þetta sé samspil. Það er kúltúr, það er hluta til aðgengi, svo náttúrulega hluta til líka það að þú getur fengið endurnýjari heilsuveru mjög auðveldlega. Betur fyrir við konum með þann bítus að ef maður sendir gennum miðlæga lyfjakort til lyfseðil sem lyfja kúr, ekki sem PM, þá er ekki hægt að fá átómatíska endurnýjun, sem er bylting fyrir heimilislækna. Miklu auðveldara að segja, nei, komdu til mín og virkilega þarft þetta, en fólk þurfa að hafa fyrir því að fara í áskrift á nýta sér á. Spurning sjá mikið á lyfjadeildinni, fólk komið með háum skömmtum á svefnlyfjum.
helst gamla konu með 2 til 3 vímuvann eða benzodiazepín, Já. helst þessa kombinasjónir, en sjaldan sem maður kombinasjónir af lyfjum, sko, ég vil að reyna að vinda orðanlega yfir þetta, sko. Já. Hvaða kombinasjónir gætu virka frekar eins og við öllum krónísku sjúkdómum notar lyf og síðan næsta lyf. Þú ert ekki að glúkófax og meira glúkófax og meira glúkófax og meira glúkófax. Er það ekki svona target approach í svona insomníu fræðum að nota frekar lágskammta 2 lyfjum, frekar að vera 18, sko, aukaverkunar? Klárlega. Því að þið gagnast rosalega, sko, stökkið frá 1 vímuvann upp í 2 ekkert ólega mikið, út af því að þú ert með sama drug target. En ef þú ert þá með 1 vímuvann og einhver antihistamín með því, fenugan, þá gæti verið að þessi komið, sko. En já, klárlega, bara alveg eins og í blóðfylgsnefn, þegar flestar okkar bækur eru að segja núna, nota lægri skammta af panel frekar heldur en háskammta. Það var alltaf í geðlækningum verið að segja bara alls ekki verið í polyfarmasíu. Það var rosalega svona hart en einhvern veginn gerðist það. En lógísk polyfarmasía make sense, alveg eins og í blóðþrýstingi. Það ekki gott að setja inn 3 lyf sem áhrif á GABA. Það glórulaust. En að setja inn 1 sem hefur áhrif á histamín, 1 sem hefur áhrif á GABA og svo melatonin með því, það make sense. Þannig að öll geðlyfjafræði, leiðum að teku það úr lyfjaheitunum sem eru, ég taldi þetta einhvern tímann, en lyfin, þetta eru 120 lyf. Þannig að sérmenntun geðlækna alveg valid, sko, bara á farmakológíu, 100 í verkfærakistu geðlæknis. Og meina, hérna eru 40, bara varandi svefn. Að klárlega að sko lógísk polyfarmasía, maður getur rökstutt hana, oft þá betri heldur en monotarget og að taka lyfin úr lyfjaheitunum niður í drug target einfaldar allt. Það gerir geðlyfjafræði í mínu viti skemmtilega úr því að vera katastrófu. Þú fyrst því að reyna að ná hausnum utan. Mér finnst líka bara gamla fólki, þú veist, það kannski eðlilegt að fólk sofi minna þegar verður eldra. Já. En fólk vill helst bara sofa 10 tíma. Já. Þú veist, þannig að við erum líka með svona smá væntingastjórnun. Þú vill líka leggja sig á daginn. Já. Þú vill líka fá kaffi á kvöldi. Já. Og það ekki séns að breyta neina þessu. Því að í sveitinni þá var kaffi á kvöldin og þá var lagt sig á daginn. Þegar fólk var að vinna erfiðisvinnu. Svo ertu kannski ekki að vinna erfiðisvinnu, heldur áfram að fá þig kaffi á kvöldin. Þannig að þú veist, það að þessi gefið kaffeinítið kaffi á elliheimilinu finnst mér glórulaust, algjörlega glórulaust. Nema hjá fólki með vatnsbíludemensju. Það í rauninni eina skipti sem ég hef lesið að koffín geti hjálpað fólki að sofa, það í vatnsbíludemensju. Annars ekki. Þannig að ef þið öldrunarkonur gætu komið inn að það verður bara keypt inn decaf á elliheimilunum, þá er því að vera að gera öllum greiða. Bærinn og greinaði blöðin frá mér. Bara hvernig vil að taka decaf skrefið, það engin munur á bragði. Engin munur á bragði. Eftir einu svona í veiðitúr óvart decaf kaffi, það tók engin eftir og höfuðuppstráð. En það tók engin eftir í nokkur ár þegar við drukkið með brosovert, decaf kaffi með fréttunum og kvöldin. Þú má spyrja um melatonin, hún notar 27% bandaríkja melatonin og enginn þeirra sefur betur. Og maður hefur heyrt að melatonin eina gagnið sér og þú varst að lýsa stilla af afturlíkinn, nota þetta við sem sagt jetlag við útlífingi samtidig ferðalög. Erum við komin upp í þessi 27%, ég voru að kúka í dag, það 27% bandaríkja manna sem nota melatonin. Já, allavega samkvæmt tímanum. Internetinu í síma. Svo gamall sími. Og auðvitað til það náttúrulega marketing. En ég held að við séum ekki komið þangað, því að við náttúrulega höfum ekki verið með þetta á frjálsum markaði að blinda. Það getur fengið sleikipinna með melatonin, þú getur fengið gúmmíbánsa með melatonin. Bandaríkja náttúrulega var hægt að setja það á markað, þá það sett á markað. En eins og með svo margt, sefur þegar ég getur einhvern gúmmíbánsa og fer að sofa. Ef það vandamál með melatonin í heilaninu, þá virka það. Annars virka það ekki.
alveg eins og þú ert að snúa þér eftir ferðalag til Nýja-Sjálands, ég að fara núna eftir einhverja vikur, ég nú 100% að fara að taka með melatonin, sko, að ef að melatonin problem, eins og ég hef upplifað með gamla fólkið sem fullorðið fólk sem hefur alltaf sofið of stutt, þá þetta raunverulega virka í að lengja svefninn. En fyrir einstakling með eðlilega melatonin kemistríu finnst mér mjög ólíklegt að það sé eitthvað gagn að ég að taka þetta forever and ever. Það svona, ef það virkar ekki, það breytir einhver bara út með það. Þannig að waste of money mögulega að hafa áhrif á hormón í heilanum sem að maður vill ekkert vera að messa í nema að þurfi þess. En Valgeir, í byrjun, ég greiti reynda hvað með bílundur á þjóðustunum. Ok. Það er allar rannsóknir sína að ég leggt að þessu virkar mjög lengi. Alla leiðbeiningar eru í innáttina. Já. En þetta einhvern Það næstu fyrirlestur. Ég kom með rautt lestarljós, 720 newtonmetrar eða hvað sem heitir. Það geggjað. Blue light. Má ég spyrja þig kannski að lokum, höfum við sofið illa í gegnum aldirnar og árþúsundin, eða þetta nýtt hjá? Þetta góð. Vitum við það? Þetta góð spurning. Sko, það náttúrulega, lífið sem við lifum núna náttúrulega allt öðruvísi heldur en lífið sem að var fyrir sko 30 árum og fyrir 50 árum og 100 árum. Náttúrulega, þetta allt annað. Þú segir rautt lestrarljós. Þess að þau stemma því í svefnlýsingunni? Stemma. Nákvæmlega. En það gefur það til kynna að þú lesar á pappír. Bara óformleg könnun. Svona, hverjir inni lesa á pappír meira en helming tímans áður en þeir fara að sofa á hverjum degi? Hverjir lesa á pappír? Ok. Þetta minni hluti. Fyrir 50 árum síðan, þá verður örugglega langflestir. Fyrir 200 árum síðan enginn. Það voru sögustundir, það var húslestur. Það var ein bók. Það var einn sem las. Sem las, einmitt. Þannig að þetta alltaf að breytast og ég meina einhver okkar lesa að hangi í símanum, einhver okkar horfa á YouTube, einhver okkar lesa Kindle, að þetta alltaf að breytast og lífstíllinn okkar breytist og hratt. Þannig að með líkamlegri vinnu, lestri á pappír, myrkri, ekki allir í birtunni sem maður vill, þá held ég að við höfum sofið betur í ráður. Sko ég held samt að fyrir kannski 100 árum síðan, kannski þurfi ekki svona að fara svo langt, 70 árum síðan, þá vorum við líka ennþá svona vetrarhýbrid dýr. Þannig við sváum meira á veturna þegar var myrkur, af því þá bara var tempóið þannig að við bara aðlögum okkur. Og svo vorum meira, svo vorum bara basically mani á sumrin. Þannig að því þá var alltaf verið að nýta allar bjartar stundir, sko. Þannig að ég held að svona ársveiflur hafi verið allt öðruvísi fyrir bara 50-70 árum síðan, en í dag, í nútíma samfélagi, þá eigum við að halda þessum balans og getum verið jafn myrk á veturna, að halda uppi allri starfsemi og allri virkni og öllu. Og svo ætlum við að bæta við öllum greinvislunum og ferðalögunum og öllum sem hún sumrin. Og chilla. Já, og þetta mótunum er ekki þetta. Chilla hatt. Taka á hörkunni. Við erum ekkert að minnka tempóið á sumrin. Þannig að við erum bara að gefa í. Við erum bara að gefa eitthvað hægt að fyrir þess að segja náttúrulega ljósinu. Ég meina alltaf gríðarlega. Þannig að jú, örugglega sofum við verr. En það líka bara lífstíllinn við lifum og kröfurnar sem við erum með. Það er líkamsrækt og líklegt erfiði. Það er mjög mikið skrifað um það, bæði meðferð, sérstaklega meðferð á þunglyndi, líka kvíða, það er mjög mikið inni núna. Og svefn. Mér persónulega finnst betra svefnlyf heldur en að vera líkamlega þreyttur, sko. Nefnilega. Andlega þreytan Annars þetta var með lokaspurningu. Sko, svo er komið svo flott að hana. Þegar ég er strákur, þá er ekkert reki inn á kvöldin. Maður er bara djöfla og þú bara fyrir maður að sofa og það dreif fyrir gluggaðinni. Og enn það dag er ég svo heppinn, það skiptir mig engu máli hvort þessi dreif frá eða ekki. Það skiptir ekki máli hvort þessi bjart eða myrkur, ég er alin upp svona. Þetta er kynslóðmunur. Krakkarnir eins og það þurfa alltaf að dimma allt, ég þoli þetta ekki, svo getur rætt í gluggann. Ég gaf þetta svona í jólum, loksins fríður. Já,
Það er kynslamunur eins og Sólveig var bent á. Prófaði að fara til Tromsö í maí og sofa. Ég dreg ekkert fyrir ef ég er einn heima, þá dreg ég ekkert fyrir á sumrin. Skipt mig engu máli. Þetta er uppeldi. Og lífstíl. Það var líka bara svo, einhvern tíma þegar mamma var að gista hjá mér, ég ætlaði bara að draga fyrir, það var vorið eitthvað, af því að við gerum það fyrir börnin. Hún var bara, nei, Sóley mín, ekki gera þetta, þá veit ég ekkert hvað klukkan er, ég veit ekkert hvernig ég á að vakna. Já, ok, þetta er nægt, það bara, ekkert klukkan þetta. En þeir voru að byggja öldrunardeild í Malmö og þeir veru með dagsbirtuljós sem að breytast bara eftir sólhringnum. Æðislega. Og stýra. Og glugga sem dökkna og það dregst sjálfkrafa fyrir. Þannig að þú veist, það er bara rytmi í húsinu. Geggjað. Og engin fráfræðandi heldur. Nei, hugsaði. Takk alveg fyrir það. Rytmanum og róbotinum og... Bara bjarga. Er það ég? Já.